Akureyringar hafa unnið að því í nokkur tíma að stafræn smiðja FabLab verði sett upp í bænum. Í FabLab er hægt að búa til nánast hvað sem er. Þessa dagana er verið að setja upp slíka smiðjum í verkmenntaskólanum á Akureyri. Á Sauðárkróki er FabLab smiðja í Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Hvað er FabLab? FabLab er stafræn smiðja sem er sérstaklega hönnuð til þess að fólk í bænum og skólar og frumkvöðlar geta nýtt sér nýjustu tækni við að hanna og búa til bæði verkefni og skemmtilega hluti sem að fólki dettur í hug. Þessi FabLab smiðja sem að núna er verið að setja upp, hversu fullkomin er hún? Hún á bara að vera eins fullkomin og til þess að talin vera FabLab og við stefnum á að hafa þetta mjög framúrskarandi varðandi í samkeppni við önnur FabLab í heiminum. Og þetta byrjar alltaf smá en svo stefnir þetta alltaf hærra og hærra, hvernig sem gengur. En smiðjan hún samanstendur af ansi mörgum tækjum? Já, það eru allavega 6 mismunandi stóra græjur sem að við erum að nýta við mesta hönnunina. En svo eigum við eftir að fá alveg helling af bæði tölvum og íhlutum, mótorum og fleiru til þess að hanna ennþá flóknari verkefni. Eigum við að skoða nokkrar sem að nú þegar er búið að setja upp? Já, endilega. Hvað er það sem þú ert að prenta út hérna? Það er bara svona þvinga eða hvað? Já, ég fann þessa þvingu á netinu. Það er að segja að fólk setur inn hannanir á neti sem maður getur bara tekið og sett beint inn í prentaran. Og ég er búinn að prenta eitt svona stykki. Það er að segja að þetta eru 3 mismunandi bitar sem maður púslar saman. Og núna er ég að prenta þessa 2 hérna sem eru þessir hér og já, þá bara eftir að prenta hitt stykkið sem heldur þessu saman og eftir það þá getur maður bara nýtt þetta sem þvingu. Það er að segja við hvað sem er að maður þarf að bora eða teikna eða hanna eitthvað í kringum þetta þá. Ef að þig vantar til dæmis bremsuborða í bíliðinn og ef að hann er til á netinu teikningar á hann, þá getur þú prenta hérna bara út bremsuborða? Já, það er alveg hægt og eins og þessir prentarar eru náttúrulega með mismunandi plast. Það er að segja að þetta er PLA plast og svo er ég með skemmtilega efni sem er eins og viðarplast. Það eru til sterkari efni sem hægt er að prenta úr og sú tækni er náttúrulega alltaf að magnast líka. Það er alltaf að koma ný og spennandi efni sem eru bæði mjög sterk eða mjög mjúk og sveigjanleg. Þannig að það er náttúrulega nánast óendalegt hvað maður getur gert með þessa hannanir. Þessi fræsari hérna, MDX40A, hann er rafrásarfræsari eða fræsari þá er það bor sem að borar í burtu úr efni til þess að annaðhvort hanna eitthvað í þrívídd eða eins og ég segi að búa til rafrásir fyrir einhverja vélar eða hluti sem að fólk býr til með því að tengja saman rafmagn. Þannig að þetta er mjög góð vél fyrir rafeindadeildina hérna sem er í VFMA en eins og ég segi þá eiga allir skólar í bænum að geta nýtt sér þetta þó að þetta sé staðsett hérna í VFMA. Þannig að þetta er mjög góð græja fyrir þá deild. Aðdragandinn af þessari FabLab smiðju er í raun nokkuð langur eða ekki? Jú, þetta er verkefni sem er búið að vera gangi hérna innan skólans og með fleiri aðilum út í samfélaginu í örugglega rúmlega 3 ár. Og það er að verða ár síðan við stofnum FabA sem eru aðilar sem að koma að rekstri og fjármögnun smiðjunar og það eru sem sagt verkmenntaskólinn leggur til húsnæði, síðan er nýsköpunarmiðstöð og Akureyrarbær og Símey. Þetta eru aðilarnir sem koma að þessu utanumhaldi FabLabi hérna á Akureyri. Þetta er laserskurðvélin sem við erum nýbúin að fá og við erum með 2 vegna þess að það getur tengið einhver tíma að gera stór verk þannig að það er mjög gott að við getum keyrt á báðum ef það er mikið að gera í FabLabinu. Þessi vél sker út mjög vel úr 6 mm við og neðar og svo einnig prentar hann, það er að segja rasterar hann í efni þannig að það er hægt að prenta út ljósmyndir og fleiri hannanir á hluti þó að þeir séu ekki bara viður, það er hægt að gera marmara, leður, tré og bara alls konar.
á iPhone-in sinn eða hvernig sem manni langar að hanna eða prenta á. Hvað sérðu fyrir þér hvernig sérðu fyrir þér að notkunin verði aðallega og þá kennsla? Uppsetningin á FabLabinu náttúrulega að nýtast sem mest skólum og frumkvöðlum og fleirum sem í bænum. En það náttúrulega eins og uppröðun á verður þannig að morgunin eða yfir daginn það mun vera kennsla fyrir grunnskóla, framhaldsskóla og háskóla í bænum sem að geta nýtt sér FabLabið til þess að kenna nemendum sínum á græjurnar. Og eftir eftir 4 þá myndi vera opið fyrir almenning. Það að segja að fólk geti komið hérna, nýtt sér græjurnar og án þess að þurfa að borga einhvern magnaðan pening fyrir það. Það að segja að fólk borgar ekki pening fyrir mína aðstoð eða fyrir að nýta græjurnar heldur einungis efniskostnað. Það að segja að það efni sem að fer í hönnunina þarf að borga fyrir. En krakkarnir sem að hafa nú þegar kynnst þessu hugmyndaflugið hjá þeim, fara þau ekki bara algjörlega á flug þegar þau koma hérna inn? Ég náttúrulega mjög spenntur fyrir að sjá hvernig þetta mun þróast næstu árin út af því að leiðum að nær krökkunum mjög ungum inn í þetta og þau læra á græjurnar eins og við vitum að krakkar læra svo fljótt á alla nýjustu tækni. Þannig að leið og krakkarnir komnir með þessa kunnáttu áður en þeir fara upp í grunnskóla og svo þaðan áður en þeir fara upp í framhaldsskóla. Að vera búin að læra á græjurnar og svo geta þeir komið hingað og bara ákveðið bara sjálf og gert miklu meira heldur en bara það svona fyrstu skrefin. Þetta ekki bara algjör bylting? Þetta algjör bylting. Þetta komið út allan heim í dag. Við erum með tengingu við öll FabLab í heiminum þannig að við getum talað við fólk í gegnum svona live screen sem við erum með beina tengingu við öll önnur FabLab og það hægt að fá þekkingu allstaðar úr heiminum. Það að segja ef manni vantar einhverja tækni þekkingu þá getur maður rætt við hvern sem hvar sem tengdur við FabLabið. En þetta tæki hérna, þetta svona nokkur konar prentari líka? Já, þetta laserskurðvél og hún mjög skemmtilegt að það hægt að prenta í henni með því að brenna úr í efni. Hérna dæmi fyrir hvað hægt að gera eins og það hægt að prenta í leður, það hægt að prenta í við og hérna sterkari efni einnig sem eins og marmari og í gler einnig. Þannig að þetta mjög skemmtileg greið þannig að það hægt að prenta, það að segja prenta á fullt af hlutum en varðandi skurð þá getum við bara skorið efni eins og við, leður, akrýlíkgler og plast eða sérstakar tegundir af plasti. En þetta mjög góð greið varðandi allt það. Það að segja hanna hluti og púsla saman og fleira þannig að þetta mjög skemmtilegt. Þeir sem vita hvað þetta þeir eru mjög ánægðir að þetta sé að koma en svo það okkar í framhaldinu eftir að við verum búin að opna að kynna þetta meira út af við og út í samfélagi því að þetta gefur gríðarlega mikla möguleika og það eru margir sem hafa ekki hugmynd hvað FabLab en verða vonandi einhverju vísari fljótlega á næstu mánuðum.